En næst kemur kennari sem hefur nú svona tiltölulega nýkominn til okkar og við vorum svo heppin að fá frá Svíþjóð og varð prófessor í guðfræði í ár, nánar tiltekið í Nýja testamentisfræðum. Það Rúnar Már Þorsteinsson. Gjörðu svo vel. Já, komið sæl. Ég sem sagt nýbakaður prófessor í svokölluðum Nýja testamentisfræðingum. Ég sem sagt biblíufræðingur. Við erum nú ekki margir biblíufræðingarnir á landinu. Í Nýja testamentisfræðum erum við 2. Allt í allt hafa þetta verið 4 Íslendingar sem hafa fengið doktorsgráðu í Nýja testamentisfræðum. Sá fyrsti var Jakob Jónsson, faðir Jökuls Jakobssonar. Við kollegarnir hér höfum mismunandi hátt á hvernig við kynnum okkur. Ég hef svo gaman af fortíðinni að ég ætla að mest að staldra við hana og segja ykkur frá því hvað ég hef verið að gera síðustu ár og gera það mest í gegnum birtingar, efni sem ég hef birt í mínum rannsóknum og enda sagt að maður er það sem maður birtir. Það er það sem sagt í okkar fræðum yfirleitt. Nú það er skemmst á því að segja að ég, eftir að hafa lokið guðfræðinámi hér á Íslandi, það var árið 1998, þá fór ég til Svíþjóðar og byrjaði þar að leggja stund á klassíska grísku við Lundarháskóla. Síðan hóf ég doktorsnám í Nýja testamentisfræðum við sama háskóla og var í því námi 1999 til 2003. 2003 þegar ég varði mína doktorsritgerð sem hér. Hún var titilinn Paul's Interlocutor in Romans 2, Function and Identity in the Context of Ancient Epistolography. Það sem interlocutor vísaði í samræðu aðila Páls í Rómverjabréfinu. Ritgerðin fjallar sem sagt Rómverjabréf Páls postula. Þetta bréf er líklega áhrifamesta og mest lesna bréf í heimi. Og í ritgerðinni þá tek ég fyrir ákveðna persónu sem að Páll skapar sem viðræðu aðila í bréfinu. Hann skapar þarna persónu í bréfinu sem hann ræðir við, persónu sem hann spyr hann spurninga og hann svarar og svo framvegis. Og ég tek það sérstaklega fyrir kafla 2 í bréfinu, en samkvæmt hefðbundinni túlkun þá talar þar Páll til gyðings sem hann gagnrýnir mjög ákaft aðallega fyrir hræsni. Og þessi texti hefur oft verið notaður í haturs orðræðu gegn gyðingum. Þessi kafli hefur verið kallaður helsta gagnrýni Páls á gyðinga og gyðingdóm. Og niðurstöður mínar grófu undan þessu öllu vegna þess að ég komst að þeirri niðurstöðu að þessi persóna sem Páll skapar og talar til í þessum kafla og annars staðar í bréfinu var ekki gyðingur, eða er ekki gyðingur, heldur manneskja af heiðnum uppruna sem vill kalla sig gyðing. Það er að segja að þetta var manneskja sem var trúskiptingur, var upphaflega heiðin manneskja og skipti yfir í gyðingdóminn. Og Páll gagnrýnir það fyrirbæri að heiðnir menn voru að láta sig létu umskerast og gerðust gyðingar. Það gagnrýndi Páll mjög mikið og það er slík manneskja sem að Páll er að tala við samkvæmt mínu niðurstöðum. Þar með er ekki hægt að nota þennan texta sem í einhvers konar hatursorðræðu gegn gyðingum. Nú á árunum 2004 til 2008 þá starfaði ég við kennslu og rannsóknir í Lundi, Lundarháskóla og líka í Linköping í Svíþjóð. Og á því tímabili þá tók ég þátt í stóru rannsóknarverkefni, sænsku rannsóknarverkefni sem að snerist kristna sjálfsmynd eða identitet
á fyrstu öld. Og þar fékkst ég sjálfur við kristna sjálfsmynd á fyrstu öld í Róm, í borginni Róm. Og út úr því verkefni kom þessi bók hér sem ber titilinn Roman Christianity and Roman Stoicism, a comparative study of ancient morality. Þessi bók var gefin út af Oxford University Press árið 2010. Hún inniheldur samanburð á kristinni siðfræði og stóískri siðfræði á fyrstu öld í Róm. Nú oft hefur það verið haft á orði að það hafi verið grundvallar munur á kristinni siðfræði og annars konar siðfræði til forna. Einnig hefur verið sagt að siðfræði kristinna manna hafi verið almennari, meira svona universal, heldur en siðfræði heimspekingana, sem var samkvæmt þessum skilningi sértækari. Nú niðurstöður mínar voru þær að kristin siðfræði og stóísk siðfræði á fyrstu öld voru í grundvallar atriðum eins. Það er að segja að kristin siðfræði greindi sig ekki frá stóískri siðfræði í neinum markverðum mæli. Stóísk siðfræði var þessi megin siðfræði, getum við sagt, á þessum tíma, sem að menn studdust hvað mest við í siðfræðilegum efnum. Ein undantekning var hins vegar á þessari niðurstöðu minni að það væri engin grundvallarmunur á stóískri siðfræði og kristinni. Eina undantekning var sú að stóísk siðfræði var almennari, meira universal, heldur en kristin siðfræði sem var sértækari. Það er að segja, kjarni siðfræði hinna kristnu beindist fyrst og fremst að öðrum trúsystkynum. Það voru niðurstöður mínar í þessari bók. Nú, ég læt hér fylgja nokkrar greinar og bókakafla frá þessu tímabili 2002 til 2008 og þar á meðal grein sem ég skrifaði þegar ég var í doktorsnámi, Paul's Missionary Duty Towards Gentiles in Rome, a note on the punctuation and syntax of Romans 1:13-15 sem birtist í New Testament Studies. Þessi grein fjalla mikið mest setningafræði, gríska setningafræði. Þannig að ég hef svolítið fengist við hana. Hin greinin sem er hérna nr. 2 í röðinni, Paul and Roman Stoicism, Romans 12 and Contemporary Stoic Ethics, sem birtist í Journal for the Study of the New Testament. Hún út frá Oxford bókinni, þar að segja þetta er eins konar samantekt á því efni. Og það gildir líka þennan bókakafla sem ég nefni þarna lengst, þarna neðst. Nú, ég get nefnt það að árið 2009, þá var ég dósent við Lundarháskóla. Já, mér var þetta líka reyndar eins og hjá þér, Jóhannes, að ég hoppaði yfir dósentin hér. En ég hafði verið dósent áður í Lundi, þannig að það telur, sko, já, einmitt. Nú, á þessum árum 2009 til 2011 þá tók ég þátt í rannsóknarverkefni við Kaupmannahafnarháskóla. Mjög skemmtilegt að vera þar. Ég bjó í Lundi og ferðaðist svo yfir bara með lest 2-3 sinnum í viku til Kaupmannahafnar og einstaklega gaman að vera þarna í guðfræðideildinni sem ég veit ekki hvort þið vitið hvað hún er alveg í miðbænum. Og konunglega lúðrasveit fór hérna framhjá á hverjum degi í hádeginu og mjög skemmtilegt að heyra það. Gaman að vera í Kaupmannahöfn í svona stuttan tíma minnsta kosti. Í Kaupmannahöfn þá fékkst ég við svolítið aðra texta, annað tímabil, sem sagt aðra öldina, sem er allt annað heldur en fyrsta öldin, sem var til, í mínum fræðum. Ég fékkst þar við kristinn, trúarnarmann
sem að hét Justínus og var kallaður píslavottur, og hann var mjög mikilvægur fyrir sögu kristninnar á þessum tíma og sérstaklega varðandi spurningunum að hvað kristni er. Hann var mikið því að skilgreina hvað er kristni og hvað er það ekki, og oft í samræðu við samtíma heimspeki. Og það sem ég fékkst við var einmitt áhrif platonisma og stóuspeki á guðfræði Justínusar. Justínus var merkilegur líka fyrir þær sakir að áður en hann varð kristinn þá var hann platonisti. Þannig að hann var mjög vel inn í flestum þessum heimspekiskólum samtímans. Ég fékkst meðal annars við spurninguna hvernig stóð á því að hann hafnaði platonisma og gerðist kristinn. Nokkra greinar kannski má nefna í sambandi við þetta verkefni og einhverju bókakaflar voru líka sem ég þarf nú ekki að vera að nefna hér. En þetta verkefni byggðist á því að mínar skyldur voru þær að birta greinar í þessu verkefni sem ég gerði, og það voru þessar greinar sem ég get nefnt. Justin's Debate with Question to Stoic sem var gefið út í Tidsskrift für Antikes Christentum, og By Philosophy Alone, Reassessing Justin's Christianity and His Turn from Platonism í Early Christianity. Þar fjallaði svolítið þessa spurningu af hverju valdi Justínus kristindóminn fram yfir platonismann. Og Justin and Stoic Cosmotheology, þar sem ég er að fjalla samband Justínusar og stóískrar guðfræði, sem var gefin út í The Journal of Theological Studies, og svo ein grein sem var gefin út í Harvard Theological Review sem fjallar eitt rit sem að Justínus skrifaði sem hét Önnur trúvörnin. 2011 til 2013 þá var ég hafði rannsóknarstöðu við Lundarháskóla, fór ég aftur í minn gamla skóla í Lundi og var þar með rannsóknarstöðu og fékkst við rannsóknarverkefnið sem var stýrt af Svenska Vetenskapsrådet, og þetta verkefni snerist og snýst Jesú sem heimspeking. Það var titillinn á verkefninu, Jesús sem heimspekingur. Venjulega hefur fólk gert algjöran greinarmun þar á milli, Jesús annars vegar og heimspeki. Jesús hefur ekkert með heimspeki að gera, hefur fólk sagt. Það er alveg tvennt ólíkt. Og einmitt þess vegna vildi ég kanna það svolítið, hvort að þetta væri endilega svona. Og það sem ég hef verið að gera ég hef verið að kanna möguleg áhrif heimspekinga eða heimspekiskóla á lýsingu guðspjallamannanna á persónu Jesú. Urðu þeir fyrir einhverjum áhrifum frá heimspekiskólum og heimspekilegum ritum þegar þeir voru að reyna að lýsa Jesú sem hinum, ídeala manni? Er það hugsanlegt að þeir hafi kannski tekið mið af heimspekilegum lýsingum á vitrum mönnum og slíkt. Einhverja bókakafla gaf ég út í tengslum með þetta og einhverjar eru á leiðinni og einhverjar greinar sem ég ætla ekki að nefna hér. En svo er bara skemmst frá því að segja að 2013 þá var ég lektor hér við háskólann og svo prófessor núna 2015. Ég get nefnt annað útgefið efni sem að sýnir bara helst hvar áhugasvið mín hafa legið. Þetta fyrsta reyndar er út frá, þetta er svona út frá þessu verkefni Jesú sem heimspeking, þó að það fjalli Pál postula og hans túlkun á Jesú samanber túlkun Seneca á hinum vitra manni. En þar fyrir neðan er grein sem heitir Epistolography eða Ancient Letters sem birtist í Oxford Bibliographies in Biblical Studies sem er gefið út á netinu. Þetta eru
þetta heilmikil safn af ritaskrám og þetta sem sagt ritaskrá yfir heimildir bréfaskriftir til forna og sérstaklega þá í tengslu við Nýja testamentið og ég hef svolítið fengist við þetta svið hvað var að gera þegar maður skrifaði bréf, hvernig fór maður að því og svo framvegis. Ég hef haft mikinn áhuga á því. Neðsta ritið sem nefnt þarna er þýðing sem ég gerði á gyðinglegu riti sem skrifað var á grísku, rit sem hét hefur verið kallað fjórða Makkabeabók. Ritið sjálft hefur ekkert heiti í sjálfu sér, það hefur verið kallað fjórða Makkabeabók og ég skrifaði líka ítarlegan inngang þetta rit og eins og sjá það birtist þetta í lærdómsritum Bókmenntafélagsins árið 2012. Einkar athyglisvert rit sem blandar saman gyðinglegri hugsun og grískri heimspeki. Höfundurinn er að reyna að færa rök fyrir því að gyðingdómurinn sé hinn besta heimspekin. Gyðingdómurinn heimspeki og besta heimspekin. Það sem ég að fást við akkurat núna, ég er ekki með 8 greinar í bígerð, ég myndi ekki ráða við það. Ég er að klára þessa bóku Jesú sem heimspeking og síðan eru ýmis smærri verkefni sem ég hef verið að fást við, til dæmis sem ég get nefnt, það er spurningin það hvort að það megi greina eitthvert form af algyðistrú, panþeisma hjá Páli postula í líkingu við samtíma stóuspeki. Og þá tekið fyrir samtíma stóuspeki, það er Seneca og það er Epictetus og stóðumaður sem hét Hierokles, snemma á annarri öldinni. Nú þetta var rannsóknir varðandi kennslu, þá get ég bara nefnt það að ég kenni 5 námskeið í guðfræðideildinni, 4 á ári, eins og staðan í dag að minnsta kosti. Og þessi námskeið það er í fyrsta lagi inngangsnámskeið þar sem við förum yfir rit Nýja testamentisins og skoðum þessi rit í þeirra sögulega samhengi. Það er mikil áhersla lögð á það að skoða Nýja testamentið í sögulegu samhengi þess. Og síðan kenni ég grísku Nýja testamentisins og svo 3 svokallaða ritskýringakúrsa, það er að segja námskeið þar sem við erum að fara í gegnum ákveðin rit Nýja testamentisins á grísku og reynum síðan að túlka og komast að merkingu þessara texta sem ekkert alltaf ljós. Þó svo það sé búið að fást við þessi rit í veit ekki hvað lengi, nærri því 2000 ár, þá er ýmislegt í þessum ritum sem ekki alveg ljóst og er umdeilanlegt. Ég get síðan nefnt það örstutt að ég er ritstjóri Ritræðar Guðfræðistofnunar og sem er núna gefin út á netinu. Það er nýlega fréttir og síðan er ég forstöðumaður Guðfræðistofnunar og að lokum þá get ég kannski nefnt það að ég er giftur og ég á 2 börn, 22 ára og 17 ára og ég á kött sem heitir Viski. Takk fyrir.